En já, ég held að við ættum bara að byrja og þetta er 24. upplýsingafundur Játgerðar, 30. mars og eins og við vorum að tala þá er spennandi alveg vika framundan, fyrstu leikirnir í úrslitakeppninni og forsýning á gamla góða Grindavík og svo líka á föstudaginn langa verður hún sýnd á RÚV, er það ekki rétt hjá mér? Og já, og helgina var náttúrulega veisluhöld allan bæ. Það voru fermingar, 28 fermingabörn sem fermdist í gær. Þannig að það voru í öllum sölum helgina, föstudag, laugardag, sunnudag veislur sem bara var virkilega gleðilegt og bara, já. Þannig að, en já, að svona stærri málum að þá langar mig kannski að byrja bara kannski aðeins á þér Ásrún, kannski aðeins bara sá fundagerð á Grindavík.is Víðihlíð. Hvernig staðan? Er verið að fara að leigja út íbúðirnar þar? Já, við ætlum sem sagt að auglýsa, ætli það birtist ekki á morgun á vef Grindavíkurbæjar. Auglýsing þar sem við sem sagt erum að bjóða þessar íbúðir til leigu. Svona gegn svona ákveðnum skilyrðum. Já, og er þetta ákveðin hópur eða er þetta almennleiga eða er þetta eldri borgarar eða hvernig? Já, það er í rauninni bara svolítið svona reglurnar okkar, ég held að sé 70, minnir að sé 70 ára og eldri, ég samt segja það svona með fyrirvara. Og það er svona ákveðið mat sem að þú þarft að standast til þess að komast þarna inn, en þetta er náttúrulega bara sjálfstæðar íbúðir þannig að sé. Það eru aðilar búin að sýna áhuga á að leigja og við erum svona, já, verið bara ákveða leiguverð og gera íbúðirnar málaðar og gera þær huggulegar. Og er eitthvað þjónusta sem að mun fylgja, eða þú veist, er eitthvað þjónusta í Víðihlíð tengt þessu? Við sjáum ekki fyrir okkur þannig lagað að sé, þetta náttúrulega bara svona sjálfstæðar íbúðir, sko, en vissulega erum við að skoða og viljum, ég sé fyrir mér að það verði bara skapist þarna fallegt og gott samfélag hjá þessum íbúðum, sko. En það er svo sem alveg í boði núna, heimahjúkrun og þess áttar, þú veist, en þetta er í rauninni bara, já, sjálfstæðar íbúðir. Já, þannig að það er heimahjúkrun núna í Grindavík. Já, það er á vegum HSS, það er semst að vera að sinna einstaklingum hér með heimahjúkrun og svo náttúrulega þessi heimilistrif og þess áttar, það verður hægt að óska eftir því. En hvað er þetta margar íbúðir? Þetta eru 12 íbúðir sem við eigum í Víðihlíð, en við sjáum fyrir okkur að það verði kannski. Það byrja kannski 2-3 eða 3-4, við sjáum til hvað setjum með það, en það eru þarna ákveðnir einstaklingar búin að óska eftir að koma inn. Einhverjir verða fyrstir. Já, geggja. Við erum þá búin að finna fyrir því íbúð. Eru þessar 12 íbúðir allar heilar, þú veist, óskemmdar? Já. Já. Þetta eru bara, og það er búið að laga neyðarútganga og laga sem sagt aðkomuna og allt á að vera alveg 100%. Frábært. En já, svo sagði ég að þið eru búin að ráða skólastjóra og það gekk hratt og vel fyrir sig, ráðningaferlið, bara til hamingju með það. Takk fyrir, bara mjög ánægilegt. Já. Og hvernig eru svona næstu skref varðandi það? Þú veist, hvenær mun skólastjórinn taka til starfa og þess áttar? Sko, ætlum sé ekki bara núna í dag eða núna eftir helgina að heyra inn í Guðlaugu varðandi hún er starfandi skólastjóri í Borgarnesi og það er náttúrulega mikilvægt að hún komi í eitthvað starfshlutfall til okkar. Þannig að við komum til með að vinna þetta bara með henni áfram og auglýsa þá eftir fólki í framhaldinu. Já. Og vinna í rauninni með henni bara hvernig við sjáum fyrir, og hvernig, við sjáum fyrir okkur og
framhaldið. Við áttum hennan fína fund sem að þið nefndið á síðasta fundi sem ég komst ekki á. Áttum hennan fína fund með foreldrum. Það sem var bara hugur í fólki og það líka alveg hugur í okkur í bæjarstjórninni. Og já, þannig að þið ætla að fara í ráðningar á starfsfólki bara fljótlega eða? Já, við sjáum fyrir okkur að hún í rauninni auglýsi eftir fólki. Já. Já. Og þá líka náttúrulega erum við að tala með svo við erum að fara að afgreiða á morgun í bæjarstjórn við varandi aukna opnun í íþróttamiðstöðinni og það náttúrulega þú veist ef við opnum til dæmis grunnskóla og þá fylgja í rauninni ákveðin störf með eins og bókasafn og þess að það. Já. Þannig að þetta er bara mjög ánægilegt. Ég er líka bara svo staðföst í því að við erum að stíga fram alveg mjög ákveðnum skrefum með framhaldið í endurreisn hér. Áframhaldandi endurreisn segi ég. Það var líka bara ánægilega fréttir varðandi atvinnustarfsemi og ég held að við höfum sannarlega sýnt úr hverju við erum gerð. Algjörlega. Óma Davíð, þú hefur beðið orðið. Já, mér langar aðeins að spyrja Ásrún að því að við höfum aðeins verið fundið fyrir því að það sé svona áhugi hjá krökkum að koma heim í vinnuskólan í sumar. Upp á þá eru það kannski foreldrar sem eru búsettir í bænum og annar er kannski að vinna í Grindavík. Hitt foreldri er til dæmis kannski kennari en myndi vilja vera í Grindavík. Og er eitthvað möguleiki að opna þá einhvers konar vinnuskóla þar sem að geti verið einhverjir krakkar með einhverjum vegstjóra. Þannig að þessi fjölskylda geti kannski bara búið í Grindavík í sumar. Já, sko við gerðum ekki, fyrirgeðu hvað segirðu? Eða þessar fjölskyldur sem myndu óska eftir þessu. Já, við gerðum ekki ráð fyrir í fjárhagsáætlun vinnuskóla. En hún Guðfinna sendi bara fínt erindi sem við tókum fyrir í bæjarráði síðast og við ætlum að skoða hvað við getum gert. Raunin bara vinna þessa tillögu hvort við getum, lagt hönd og plóg varðandi þessa tillögu hennar Guðfinnu. Já, kannski að segja hans frá, þessi hugmynd kviknaði á vinnustofunni hjá Jafngerði, sem við vorum með síðast, kom þessu umræða upp á borðinu okkar þar sem við vorum að ræða vinnuskóla í sumar og þá datt okkur í hug hvort að það gæti verið einhvers konar svona atvinnutorg ungmenna þar sem að fyrirtækin í bænum gætu lagt til verkefni og unnið þetta í samstarfi við Grindavíkurbæ með sama fyrirkomulagi og vinnuskólinn er yfir höfuð. Þannig að þetta er einmitt, bara frábært að heyra Ásrún að þið hafið tekið þetta fyrir og ætlað að skoða þetta. Já, það var í rauninni bara svona ákvörðun og vilji að skoða hvernig og hvort við getum lagt þessu verkefni lið. Og ég hef heyrt þetta, Óma Davíð, frá foreldrum sem að hafa hugað að vera í sumar og vantar einhverja vinnu. Þannig að vonandi kemur eitthvað gott út af þessu. Svo langaði mig aðeins að það kom auglýsing frá forsætisráðuneytinu verkefnisstjóra samhæfingu mála tengt Grindavík og þetta er mjög fróðlegt en það er enginn frá Grindavíkurnefndinni en Ásrún, hafið þið verið einhverju samtali varðandi þetta? Já, við vorum á fundum, þannig að þessi fundaröð inn í forsætisráðuneyti þá var talað að það yrði tengiliður frá ráðuneytinu til okkar. Þannig að við vissum svo sem að því að þetta ætti að vera eitthvað tengiliður en mér fannst þetta samt svolítið svona viðamikið starf þegar ég las starfslýsinguna. Akkurat. Ég veit ekkert meira í rauninni en vonandi fáum við bara eitthvað pressan og skemmtilegan í þetta starf, sko.
sem svolítið á endurreisnar línunni. Já. En þið hafa ekkert fengið neina sérstaka, þú veist, ekkert samráð þetta neitt þannig séð. Nei, í rauninni ekki. Nei. Í rauninni var okkur bara sagt, þú veist, að yrði eftir að Grindavíkurnefndin lyki störfum, að þá yrði ráðið í, þú veist, það yrði eitthvað tengiliður úr ráðuneytinu sem við Grindavík. Þannig að það var í rauninni það sem okkur var sagt. Já, ég sé Dagmar, þú ert hér. Hvernig lítur sumar út hjá ykkur í ferðaþjónustunni? Eru svona bókanir og líka með tilliti til sólmyrkvans? Það bara, við opnum frekar seint fyrir bókunum, þannig að það ekki komið mikið. En við erum samt bara mjög bjartsýn að það verði nóg að gera, sko. Og líka á kaffihúsinu, þannig að við erum bara mjög spennt fyrir sumrinu. En eins og staðinni núna þá ekki mikið komið og ég held að það hafi bara mjög mikil áhrif þetta með að það sé ekki búið að gjósa, mun að gjósa, mun ekki gjósa. Það hefur alveg áhrif. Ég finn það alveg bæði fyrir bókanir í dag, miðað við líka bara fyrir rýmingu og allt það. Þannig að það væri best að það væri hægt að breyta þessu hættumati eða upplýsa fólk að það sé í lagi að koma hingað og gista og annað. Og mér finnst heldur ekki hjálpa þegar síðan kemur frá honum Örn að kemur, 3 tölvupóstar sem hafa komið frá honum bara fyrir fólk sem að gista af og til með samning við Þórkötlu. Að það alltaf, það að fara að gerast eitthvað, varið ykkur, það ekki sniðugt, ekki skynsamlegt að vera í Grindavík. Þetta hefur líka áhrif. Þannig að mér finnst þetta dálítið, ég samt mjög jákvæð yfir höfuð, en þetta samt fer svona smá í mig. Út að ég trúi ekki öðru en að það sé öruggt að vera hérna. Mér líður rosalega vel hérna. Þannig ég skil ekki af hverju við þurfum alltaf að vera að fá tölvupósta núna 3 í röð það að við erum á okkar eigin vegum og það sé ekki æskilegt vegna þess að það gæti fara að gjósa að við ættum kannski ekki að gista á annað. Það setur smá mínus í reikningin. Já, akkurat og svona smá einkennilegt okkur að það allt í hérna að koma núna, sko, þessi skilaboð. Já, mér finnst alltaf leið að vera að ræða eitthvað jákvætt eins og skólamál og annað, þá eins og það sé alltaf einhver sem vill sitja líka eitthvað til þess að halda okkur niður á jörðinni, þannig að það alltaf svona að setja eitthvað neikvætt á móti, þótt að kannski ekkert við. Já, svona þessi misbrestir, sko, á milli þeirra sem að vinna hérna eins og upplýsingarna sem maður fær frá Jón Hauki og Sigga og svona og svo aftur þeirra sem gerir sem sagt áhættumatið. En Pétur, gjör svo vel. Já, bara leið að fara að tala áhættumat, þá opna ég augun, sko. Þetta náttúrulega svolítið sérstök staða sem við erum í núna að það þessi andlitslausa fyrirstaða. Við náum aldrei að henda reiður á hvað þetta eiginlega sem að og ég las nú aftur áhættumati alveg í þaula og hvort það sé eitthvað í því sem við erum alltaf að tala hér, hafa góða lýsingu á jarðvegi, hættunni á jarðvegi og til að segja fólki frá því sem að hugsa sem að koma, hvernig raunveruleg staða á jarðveginn, þegar ég fullyrði að það eina sem hræðir fólk það að missa barnaníðsrungur eða eitthvað í jarðveginum. Og þeir sita bara alveg við sín keip að það sé jafn hættulegt að vera hér og upp við Gíga og ég grunum að þetta sé bara stopparinn á Þórköllu, sko, sem að ég enn búin að átta mig á því, ég með lögheimili hérna, ég með hollunarsamning og ég með gistisamning, en ég má ekki hafa fasta búsetu, sko. Og hvaða skilgreining á því, hann kom inn að það sé að það væri, ef ég hef í öðnur hús að venda, þar þá að eiga hús, leigja hús eða nóg að fara til mömmu, sko. Þannig að örugg svo með þessa, ég hvergi fundið neitt annað en gamlar skýrslur, við köllum það gamalt sem orðið ársgamalt. Við viljum hafa vikulegar upplýsingar hvort eitthvað gerist hér á jarðvegi og við höfum þær allar upplýsingar. Ég hvergi séð hverjir eiga að skila þeim upplýsingum.
Þeir minna slökkvilið syrðið eftirliti en það helstu atriðin að flóttalegir umferð og ástand girðinga og mannaferða. Það hvergi neitt formlegt sem tekið á því hvernig menn fá upplýsingar það sem öllu máli skiptir, sem öryggi jarðvegar sem við göngum á. Og ég, síðast ég var að karpa við hann Skarphéðinn þessar gömlu dagsetningar og hann sagði þá bara að þetta væri bara prentilla og maður keypti það bara. Svo les maður þetta bara til enda, þá þetta bara vísað í skýrslu í heimildaskrá og öllu sem ársgömmul. Og þannig að þetta ekki meiri fagmennski það og svo var leiðrétt einhverja aðra dagsetningar núna í minnisblaðinu svo sendur okkur á fyrir þennan fund. En það virðist einhvern veginn vera þessi þáttur, öryggisþátturinn sem skiptir okkur öllu og allt byggt á að það einhvern veginn bara þessi andlitslausi gæi, hann bara einhvers staðar með lokun á okkur sko. Við erum ekki beðið annað en það að fólk fái nýjustu og bestu upplýsingar raunverulegt ástand í bænum. Og mér finnst þetta að vera rauninni, það allir sem andlitslausi gæinn, hvar sem hann hann nota bara öryggismálin sko, til þess að setja stoppar á þetta sko. Þannig að ég held að vera bara að hamast á því, sko áður fyrir að hamast eitthvað alvarlega í Þórköllu, þá verðum við að ná með einhverjum hætti sem að menn eru sáttir við upplýsingar, þegar þeir taka fram upplýsingar skipta öllu máli. Við erum alltaf að segja að þær ekki nægjanlegar, þær ekki, sko fólk, almenningu skilur það ekki, en og við erum alveg föst þar og með síðan fyrir að máli í heild sinni vera eins og maður svo sem vissi alveg, eðlilega þetta aðalmálir. En varðandi sko en andlits að manni, sko ef við getum bara fundið einhvern veginn okkar röðum sem að sækjum þetta starf, að við séum með tengileg til þeirra en ekki öfugt sko. Þetta sé bara lykilatriði að finna einhvern sem og það hafa verið nefnt nöfn þar sko, sem bara einhver sem hefur vit og þekkingu og fara inn til þess að sko þeir hafi tengingu til okkar en ekki öfugt. Nú við byrjum. Ásrún? Já, ég ætla nú bara að koma örstutt, ég ætla nú eiginlega bara að hrósa þér Pétur, fyrir þátt þinn varðandi umræðum þetta áhættumat. Þannig ég einhvern veginn bara þegar ég las þessa pósta og hlustaði líka á hann funda, þá finnst mér bara gríðarlega mikilvægt að við fundum þessi mál sko. Mér finnst þetta eiginlega bara, já, ég ætla bara að leyfa mér að segja það, mér finnst þetta eiginlega óboðlegt að við séum að nýta í þetta, eins og það sem þú talaðir Og ég held að það sé ekki, ég velti fyrir mér út af því að nú, ég átti nú líka samtal við hann Örn Viðar fyrir helgi og þá talaði það fyrir svo hátt núna sko umræðan þetta börn án eftirlits í Grindavík sko. Ég held að sé engin tilviljun þegar við förum að tala sko skólamál að þá eykst þessi umræða. Þannig að, já. Það er algjörlega galið að sá aðili sem hefur það formlega, löglega umboð að sjá öryggismál okkar og gera ótímatið, hann ekki betur aðstæðin en það að segja að það sé prentuð í skýrslu sem í hans eigin skýrslu. Sko. Það segir bara allt hvað við erum staddir með fókusin á þessu máli. Sko. Ég tek undir það. Og eins og ég segi, mér finnst það bara óboðlegt að þetta sé á þessum stað. Já, það væri sammála, við þurfum að finna hvar málið stopp. Finna þennan andlitslausa. Er hægt að hafa bærinn, það er alltaf verið gerast gegn annarkot í formi á vegum játgerðar eða bæjarins, ég veit ekki alveg hvort að eins og segir Ástrún, ég tek alveg undir með þér bara að það er bara boða til fundar allra þetta eina mál, sko. Bara þetta öryggismál, upplýsingar öryggismál og ef þeir benda okkur á það að þetta við séum í stór hættu þá tökum við bara undir með að loka bænu fyrir öllum, sko. Akkurat. Ég gríp þennan bolta. Það bæjarstjórnarfundur morgun og ég ræði þetta á bæjarskúrstunni. Já, þetta líka þetta, þú veist, að því að eins og þið segið, þú veist, að hinn almenni maður, þú veist, maður byrjar að lesa áhættumatið og maður tapar þræðinum bara, sko,
Það er engin, þetta er ekkert gagnlegt fyrir sko eitthvað sem að heimsækja Grindavík. Nei. Við kannski sökkum okkur í þetta sem að lifum hérna og störfum en sá sem kemur til Grindavíkur, hann fer ekkert afla sér upplýsingar þarna. Ég er nú ekki mikið að lesa skýrslur, ég er búin að lesa það tvisvar gegnum áhættumatið og fyrir utan bara mjög föðulegar ábendingar uppeldi barna og hvernig maður hafa sér svona almenni skynsemi, að þá benda þær á hvað þarf að vera í lagi og við erum öll sammála því. Og ég er að leita einhverjum upp, þetta er mikið upplýsingar þetta og hvaðan koma þær og við vitum að þeir tala ekki við Jón Hauk, þau er búin að viðurkenna það sem mest veit þetta. Hvaða upplýsingar sækja til slökkviliðið en samkvæmt þessu áhættumati þá hafa þeir ekki það verkefni að fylgjast með jarðveginum og hver er það þá? Og maður lesa þetta bara aftur og aftur og þetta er bara, þetta er svona næstu í kennslubók í uppeldisfræði sko. En þessa hættu sem við erum að fókusa á er bara, ég get alveg farið fram með mér þó ég lesta tvisvar, ég bara betur einhver bendi mér á það. Akkurat. Ykkur sem vilja taka til máls? Ómar? Já, ég get tekið undir þetta, Pétur, að það virðist vera sem svo að þetta áhættumat sem að Böðvar stýrir, að það sé ekki tekið inn í það allar þær allt sem er búið að vera að gera til þess að við getum verið til dæmis bara mókunarsprungur og allt þetta. Þetta virðist ekkit vera, það virðist einhvern veginn ekki eins og þeir séu með puttan á púlsinum yfir því hvað er verið að gera og hvað ekki. Ég veit að þeir alveg leita til slökkviliðsins varðandi hvað þeir sjá fyrir sér að geta gert til þess að ef að til rýmingar kemur og fólki í viðkvæmri stöðu og allt þetta og þeir eru alveg með þetta allt á hreinu og beinu. En samt hef ég ekki séð það ennþá í áhættumatinu að það sé ekki tekið tillit til þessar hluta. Ég átta mig ekki á þessu. Og svo varðandi Þórkatla, því vorum að tala um Þórkatla á, sko. Þórkatla hefur eiginlega verið sko algjörlega með okkur í liði, vilja hafa okkur og eru fegin því að við séum í sem flestum húsum og hugsum húsin þeirra til að minnka kostnaðinn af þeim. En svo finnst mér allt í einu núna vera komið eitthvað aðeins annan hljóð í þá, sko. Nú allt í einu virðast þeir vera komnir á vagninn, sko, að hér séu nú eiginlega bara orðið svolítið hættulegt og þeir sem eru með hollvin og gistisamninga við eigum ekki að gista helst eða takmarka gistingu og að því hér virðist vera orðið eitthvað hættulegra heldur en að vara áður, sko, því ég er alveg hættur að skilja þetta, sko. Ég ætla bara að grípa fram í og ég tek svo heilshugar undir þetta með þér, Davíð. Ég bara skil ekki hvað er að gerast. Það er bara eins og það sé bara þessi andlitslausi maður, hann hefur bara sko tögl og haldið bara á öllu ríkisbatteríinu bara ef eitthvað jákvætt kemur frá okkur. Er þetta ekki bara ákvarðanafælni? Þetta er bara ákvarðanafælni. Það þorir enginn að taka ákvarðanir. Mögulega ætlar enginn að taka ábyrgð á einu, sko. Það er sennilega málið, sko. En þetta er mín tilfinning. Ef gerist eitthvað jákvætt eins og nú erum við frá skóla og þá er alltaf eitthvað sem rífur í handbremsuna, sko. Sólveig, svo vel. Já, takk. Ég var bara að hugsa þetta með áhættumatið og þessi atriði sem að vantar. Að það væri náttúrulega rosalega gott að taka þetta saman á blaði, bara alla þessa punkta sem er búið að koma fram núna á undanfarum fundum og bara lista upp hvað mönnum er alltaf búin að segja þetta á fundum, en það væri rosalega sniðugt að taka þetta saman bara á blaði til þess að geta bent mönnum á, þetta viljum við fá. Já. Það var bara það. Takk. Takk. Það er klárlega verkefni að vinna með. Það lítur að gerast ef ég finna ástrunni með eitthvað í huga með að hóa saman fólk á fund. Það lítur að þá er bara að vera búin að draga þetta sig hvað við teljum við að fólk þurfa að vita og hvernig getum við haft upplýsingar sem bestar fyrir fólkið og hvernig gerum við það.
nákvæmlega. Einhverju fleiri sem vilja segja eitthvað í lokin? Sólveig, ert þú búin að sækja Nei, en það er búið að benda mér á það og já. Skoðum þetta. Já. Ferilskráin og reynslan og allir og halda tengingar, það þarf ekkert að lesa neitt mikið meira það. Þó sé eflaust aðrir líka góðir, ekki það, en þú hefur verið með okkur og við treystum til að halda þeim upplýstum inn frá hvað við erum að gera. Ég bara þakka alveg rosalega vel fyrir þín orð og því miður var ég að fá að heyra það bara fyrir klukkutíma síðan. Við fengum ekki rannsóknarstyrkinn frá Rannís. Þannig að þetta verkefni sem ég hélt ég væri kannski að fara að vinna næst í 3 ár en ég er ekki að fá það verkefni, þannig ég er laus. Þannig að já, þetta gæti verið svolítið mjög, mjög gaman, þannig að við skoðum þetta. Flott að heyra, en leiðilegt að heyra með Rannís, engar síður. Mjög spennandi verkefni sem að, já. Já, í athugasemdunum kemur fram að verkefnið er mjög gott og áhugavert og allt það. En sko samkeppnin í þessum rannsóknarheimi er alveg gríðarlega mikil. Og þannig að, og svo var ég að segja við eina sem er með í þessu verkefni sem er kemur úr félagsráðgjafa geiranum, af því þetta er svona tengið saman marga þætti. Hún sagði Sólveig, ekki gefast upp, við bara sækjum næst. Þannig maður bara sækir og sækir hitt og þetta og sér bara hvað býtur. Já, akkurat. Eða setur þetta inn í af því þetta snýra tímalínu svo mikið, er það ekki, rétt sem er? Jú, það er sem sagt það sem ég hef mikinn áhuga á, er einmitt að búa til svona módel sem sýnir sko áhrifin, sem sagt að ef þú gerir þetta vel þá hefur það góð áhrif á þetta og svo sko ef þetta gerist illa þá getur þú komið bakslag. Ég náttúrulega engan veginn útskýrt það nægilega vel en það er bara svona eitt dæmi, en svo er náttúrulega margt sem er hægt að gera og mér finnst einmitt þetta sem þið eru að tala um svo mikið varðandi áhættuna, sko, þetta er grunnatriðið og það væri svo margt hægt að gera, sko, að bara taka þetta saman og bera þetta saman við hvernig er unnið að áhættu varðandi náttúruhamfarir. Það er ekki alveg eins og áhættu til dæmis varðandi vinnuvernd. Vinnuvernd er með sínar áhættur og svo framvegis, en þegar þú kemur að svona náttúruhamförum að þá er svona ákveðin nálgun sem væri alveg hægt að beita í þessu sem mér sýnist þeir ekki vera. Ég var einmitt að hlusta nýlega aftur á fyrirlesturinn sem var haldinn í Gjánni og það eru til fleiri leiðir heldur en þeir eru að beita. En og svo er þetta náttúrulega alltaf svona ping-pong. Það er sem sagt sem kannski einhver fræðimaður, vísindamaður, leggur þú eitthvað fram, eitthvað áhættumat, en svo verður að fá að vita að því áhættumatið á að svara einhverjum spurningum og ef kannski er ekki að svara spurningunum þá þarf þetta að fá að vita, já, fólki vill fá að vita þetta, ok, þá þarf ég að fara tilbaka og breyta og gera eitthvað og svo koma aftur. Er þetta að svara spurningum? Já, þetta er betra en við erum með þessa. En þetta er alltaf svolítið fram og tilbaka, það er ekki hægt að bara vera einhvers staðar á skrifstofu og gera eitthvað og halda að maður geti búið til eitthvað fullkomið. Þetta verður að vera fram og tilbaka. Og svona vinna þeir sem er að vinna með manni, sko, að hvað vilja gera betur. En það hafa allir farið í vörn þarna sem að bara verið til víst gott, sko. Já, það er kannski þegar að þú ert að gera verkefni sem að, já, ég vil ekki vera að gagnrýna of mikið svona á opinberum fundi, en því meira sem þú þekkir málaflokkinn, þá meira veistu hvað í rauninni þú veist lítið og hvað þetta gengur mikið út á samstarf. Það er bara svoleiðis og þetta er líka kannski eins og vera læknir, þú verður að tala einhvern tímann við sjúklinginn, veist, er þetta vont, er þetta, veist, ef ég íti hér. Þetta er alltaf samstarf í öllum verkefnum. Þannig að, já.
okkur vantar svona lifandi skjal meira. Já, akkurat. Það þarf að vera lifandi skjal. Má ég Guðfinna áður en hún kannski klára, þá langar mér svo að segja frá því að ég á föstudaginn inn í háskóla þá var sem sagt árleg ráðstefna, það var svona tómstundadagurinn og það var svo ég bara horfði á þetta í streymi og eiginlega með tárin í augunum yfir því hvað ég var stolt af fólkinu okkar, hún Elínborg Ingvars og Kolla voru meðal annars að segja frá ungmennaþinginu. Og mikilvægi þess einmitt, þess sem Sólveig að tala að tala við sjúklinginn. Þannig að þetta var bara gríðarlega flott erindi og ég upplifði svo sterkt að salurinn var, þær náðu alveg salnum með og þau voru líka þarna frá Hvan, Kobbi og Dísa. En þetta bara gríðarlega mikilvægt í allri vinnunni framöndan með bara börn og ungmenni frá Grindavík. Og hún var líka að vitna í hún Elínborg sérfræðing sem að vinna rannsókn sem að tala einmitt þetta, þú veist að vera á svæðinu, þú veist hvað það mikilvægt, þú veist að eins og börnin okkar tala sko, þú veist hvenær komumst við aftur til Grindavíkur, þannig að já. En já, þetta var bara virkilega ánægilegt og gaman að hlusta á þetta erindi þeirra. Já, frábært að heyra, gaman. Já, og þú segir að vera svo einmitt af því að Pétur talaði andlislausa gæjan og sonur minn spyr hvenær segir maðurinn hvort að megi flytja aftur í Grindavík eða ekki. Þannig að við þurfum að finna hennar mann. Já, þið vitum náttúrulega hvaða dagur morgun. Það náttúrulega búið að tala mikið 31. mars. Hafið þið ekki heyrt talað það oft? Þá dagsetningu. Jú. Hvernig kemur skýrslan til okkar eða við erum ekki alveg lausir við á það? Þeir skila bara skýrslunni eða ekki? Ég veit að skýrslan ekki tilbúin þannig að hún er ekki komið út á morgun, veit ég. En kemur hún opinberlega út, skýrslan? Já. Já. Og væntanlega birtist þá bara á heimasíðu þá Grindavíkurnefndarinnar eða? Já, ég veit það ekki, Hann sagði á síðasta fundi að hún kæmi ekki út fyrir eftir páska. Já, einmitt. Við bíðum bara lengur, við erum vön því. Við bíðum, já, við erum helviti góð í því. Já, það er stór mánuður framöndan og við sjáumst næst, ég held að sé ekki fyrir 13. apríl. Þannig að það verður líklegast bara langur fundur þá. En sjáumst í bíó á morgun og á körfuboltaleikjunum og bara gleðilega páska. Takk fyrir fundinn. Gleðilega páska. Áfram Grindavík. Já, bless.